ég heiti Guðmundur Björnsson og aðjúnkt í ferðamálafræði. Kenni einhverju náminu við háskólann og ég er jafnframt faglegur umsjónum að leiðsögunáms í endurmenntun og aðeins svona aðdragandunum þessi mikla áhugi minn á gervigreindinni. Ég tók henni mjög fagnandi. Ég bý alveg til gríðarlega mikið efni á hverju ári og sem sagt það efni sem ég nota núna það tengist áskei sem ég kenni sem áfangastæðurinn Ísland og svo ég að kenna allt milli himins og jarðar og við fórum líka í það hjá endurmenntun að gera allt leiðsögunámi, sem sagt heilsársnám rafrænt og sem sagt erum búin að vera mjög upptekin í vetur í upptökum og það kom í ljós að maður þurfti að snúa þessu öll á hvolf og gervigreindin og þá sérstaklega ChatGPT sem ég nota einna mest og annað sem heitir Perplexity sem ég ætla á svona sýningu hvernig ég nýti. Hefur nýst mér vel og eitt af þeim tólum sem við notum mikið í þegar við erum upptekna fyrirlestur og mér finnst gagnast vel í staðan fyrir að vera að fylgjast með því hvort að nemendur hafi hort á þetta eða ekki að vera með stutt krossapróf og það að búa til krossaspurningar eins og þið þekkið nú flest stundum æra óstöðugan og við erum alltaf ágjörð því að nemendur síðan upp á endurnýting á efninu að þeir deili það svo milli sín og þá þarf að búa til nýjar krossaspurningar og ChatGPT var bara algjör himnasending í þessu þegar hún mjög dugleg í því en auðvitað svona alls konar annmarkar sem ég mun orða og meðan ég fer yfir og þetta gæti auðveldað ykkur hvernig þið nálgist þetta. Ég búin að búa til ég nú veit ekki hversu kunnuð þau eru þessu en svona gerir ráð fyrir að þið hafa kíkt á ChatGPT kannski síður á Perplexity sem ekki ósvipað og notar meðal annars ChatGPT og mörgunu gervigreindar og annað sem ég vil taka fram að ég fyrir löngu síðan tók það ákvörðun það að ég nota aldrei fríútgáfur af gervigreindartólum. Það náttúrulega þau virka ekki fullkomlega og þetta eins og með annað í lífinu, maður uppsker eins og maður sáir og eftir því sem að við vandum okkur meira það sem við setjum inn í þessi gervigreindartól því betur við útkoman. Og þess vegna allt sem ég tala í dag, ég sýni ykkur alls konar svona sem ég kalla promptað eða skipanir gafin og viljum kalla það, ég bara segi promptar þegar það svona skilst og kannski þetta alþjóðlega nafn á þessu að ég mun deila þeim öllum með ykkur þannig að þið þurfa ekki að ágjöra því. Þetta eru cirka 11 promptar sem ég með og ég set þá niður á Word-skjal og mun sýna ykkur hvernig þið nýtið það og líka hvernig þið sem sagt, ég ætla aðeins að bara setja ég sagði við ég ætla að deila með ykkur skjá hér og rúlla aðeins yfir fljótandi hvað það sem við ætlum að fara yfir það ég ætla að sýna ykkur hvernig ég nota þetta þess að búið til prófspurningar og umbreyta þeim í próf sem að hægt að flytja síðan bara beint yfir í Canvas og Inspera. Eitt af því sem eins og ég segja það ekki bara búið til spurningarnar og fyrst ég var að setja þetta inn í einu sinni Moodle og síðan inn í Canvas og það fór alveg óhemju tími í það að handsla út allt inn en núna þessi gervigreindar eru bara búin að losa okkur við alla þá vinnu, það hægt að gera þetta mjög einfaldan hátt. Og það sem ég ætla að sýna ykkur hvernig við getum búið til prófspurningar, hvernig við umbreytum þeim í svokallega QTE-skrár og hver munur því og síðan hvernig við flytjum þetta í Canvas og Inspera. Og ferlið þetta eins og segir sér sjálft, við búum fyrst í spurningar og svo þurfum við að umbreyta þeim í svona QTE-skrár og við viljum fá út zip-pakka sem að bæði Canvas og Inspera biðjum. Það ekki við þessu, það hægt að vera með svokallega CSVAF-skrár en mér finnst það alveg ómögulegt, þetta miklu einfaldara og ég mun kynna, sem sagt ég notast mest við fjölvalsspurningar þar sem gefið eitt rétt svar, það sjálfsagt hægt að vera með fleiri og síðan rétt og rangt og svo eyðufyllingar. Og ég mun sýna ykkur eitthvað sem heitir svona master prompt, það hægt að gera, biðja ChatGPT að gera þetta bara allt fyrir okkur, setjum svo að þið séu með eitthvað fyrirlestur og glærupakka og ef ég segi hvernig ég gerir þetta því ég með þetta allt í upptökum og þá bý ég til lesefti fyrir alla mína fyrirlestra
sem ég eyði þó nokkur tíma í og með þá heimildatilvísi og annað og ég bý síðan til glærupakka úr þessum lesheftum og síðan með í notes svona sem ég kalla voiceover sem sagt svona nokkuð deginn það sem ég bara að segja í fyrirlestarunum og þá ég komið með ansi góðan grunn og það hleði ég síðan inn í ChatGPT og get beðið ChatGPT til að búa til bara heilt próf þar sem ég segi ég vil fá 10 fjölvalspurningar, ég vil fá 10 rétt á ránt og 5 eyðuspurningar og svo fær maður það bara klart út og breyti því í QT-skrá. Sko, auðvitað í þessu og ég þekki það nú við Sigurbjörg vorum nú saman á hvað kallaða ráðstefnu eða námskeiði í Tarragona síðasta sumar þar sem að háskólafólk víða var að koma og ræða og það voru svona umræður það hlaði upp skjölum og setja inn efni og þess háttar og með þessari leið ég náttúrulega að setja mitt eigið efni en bara ég heyri oft svona ákveðið misskilning sem í gangi að eins og með ChatGPT þá getið þið stillt það þannig að mitt ChatGPT vinnur bara með efni sem ég hef sett inn og á mínum þræði og það notar ekkert af þessu efni og ef ég hleð til með upp svona glærupakka sem með notes þá sem sagt prenta ég út sem PDF-skjal með nótunum og þá getur hún lesið sem sagt alla glærupunktana hvað á glærunum og þessi notes sem í raun og veru fyrirlesturum minn. Og það meira sér hægt sem ég hef prófað stundum að gera einu sinni glemdi í þessu en ég hafði áttu upptöku af fyrirlesturinn mínum sem sagt ég hef alltaf tekið upp alla mína fyrirlestra og átti sem sagt það í vídeói og þá enda til tól sem ansi gott í því að lesa og skilja íslensku og það í sjálfu sér hægt að setja inn hljóðupptöku og fá sem textaskrá og nota hana síðan það sem ég hef búin að vera að segja í fyrirlesturinn og hlaða því sem textaskráin ChatGPT og biðja ChatGPT að búa til spurningar úr því. Þannig að ég sýni ykkur hann að masterprompt á eftir hvernig hann virkar, en síðan sumir sem vilja bara hafa þetta einfalt og vera með fjölvalspurningar, þannig að ég með prompt fyrir það, eða eru með eitthvað efni, það sem þið vilja hafa 4 svarmöguleika og 1 rétt svar og svo þetta svona seginni að þið geti verið með plausible distractors, það sem þetta röngsvör, þið geti haft það mjög plausible og síðan kannski 1 sem alveg út úr kú, það fer eftir hvað vilja vera góð við nemendur, þannig að það hægt að leika sig svolítið með því hvernig þessir eru. Nú svo þekkjum þetta með rétt og ránt og mjög fljótlegt að gera og með texta og síðan eru eyðufyllingar, það í sjálfu sér kannski ekkert flókið að setja það beint inn í Canvas og innspera en mér finnst þetta svona og þarna hægt að biðja 2 eyður eða 3 eyður eða þess áttar. Það sem kannski gott við þetta svona ágætt fyrir svona hugtakanám því að þetta náttúrulega þvingar nemendurna til að muna og skilja ekki bara svona greina rétta svar eða 4 mögulegum. Ég nota þetta mjög mikið í áfangastaðnum í Íslandi þar sem ég að reyndar að neyða nemendur til þess að fara og flakka vefinn til þess að finna hvað hitt og þetta heitir íslenskar náttúru eða hvað hægt að gera á þessum hinum áfangastaðnum og þessu þar. Nú þetta fer síðan inn í eitthvað sem heitir QT sem svona prófstaðall og það eru 2 sem við notum. Ég kem að því á eftir þegar ég færi þetta yfir í Canvas að Canvas býður náttúrulega upp á það bæði þessar nýju spurningar og síðan þessar sígildu og ég hef lent í tómum vandræðum með því að biðja ChatGPT að búa til þessar nýju spurningar en ég sýni ykkur svona smá krókalið framhjá því að það einfaldar að nota þetta sem kallast QT 1.2 sem í Canvas. Svo notast innspera náttúrulega við annað, þannig við getum ekki nota sömu sifskrána fyrir innspera og Canvas. Ég hef allavega ekki fundið leið til þess, þannig ég með svona sér prompt fyrir það. Og það kemur út af þessum skrám sem eru að annars vegar að Canvas getur tekið við þetta í svona svokallaðri einni, býtum við, hann var fljótur á mér, allt í einni skrá, meðan að innspera vill fá hverja spurningu í sérskrá. Það svona, nú,
þetta svona heildaflæðið, við erum eitthvað kennsluefni og eins og ég segi það sem við vorum að ræða náttúrulega það spurningur höfundavarið efni og annað sko strangt til tekið, bara svo ég segi það hreint út. Ef þið eru með eitthvað kennslubók á PDF þá getið þið sett hann inn og ChatGPT bara býr til spurningar úr allir kennslubókinu, þá eru spurningunum það siðlegt eða rétt og erum við þá ekki að brjóta höfundarétti og annað, þannig að ég svona beini fólki kannski svona frá því en eins og ég segi það sem ég hef gert í þessu sambandi það ég bý til mín eigin lesati sem ég höfundur af sem heimild að tilvísa og annað og búin að breyta annað og notast yfirleitt við fyrirlestarana þannig að ég sé alveg örugglega prófa upp úr því sem ég búin að fara yfir gagnvart nemendum en auðvitað þetta misjafnt hvernig fólk vill gera þetta. Nú ef þið eigið líka kannski fjöldan allan af spurningum í gegnum tíðina, prófspurningum og krossaspurningum og annað, þá getið þið náttúrulega prenta það út og mér finnst best að nota PDF-skjöl þetta lesur reyndar Word en eitthvað hluta vegna finnst mér að koma nákvæmlega, þá getið þið sett það inn og beðið ChatGPT að nýta þær spurningar að sambærilegar og þess vegna breyta þeim og þið spjalli bara við ChatGPT það. Og af hverju skiptir þetta máli og hvað ég að vilja upp á dekk og af hverju ég að deila þessu með ykkur? Ég hef bara séð að þetta að spara mér alveg gríðarlegan tíma. Ég skal reynda játa það fór svolítið tími sem mér þótt nú vel varði í að velta þessu öllu fyrir sér. Það var svona mikil trial and error og ég búin að prófa þessa prompta sem ég að deila með ykkur og mun reyndar líka sko, þið gætu fengið hvað maður segja, eitthvað svona villuskilabóð og þá sem að segja eitthvað hvað þið gerið í því. En skulum vinda okkur bara í þetta, svona lítur þessi ágæti ChatGPT út og ég með hér eitthvað staðar, hvar var það? Lesefti ágætt sem að ég skrifaði ekki fyrir löngu síðan sem Íslandi í augum ferðamanna og þá í raun og veru hægt þess vegna gæti ég alveg sagt búið til 20 fjölvalsspurningar úr þessu en ég vil hafa þær nokkuð klárar og þurfi ekki að vinna mikið frekar og þannig gerði ég þetta svona í byrjun hvað með þetta Ég tek fyrst þá ég með prompt sem að ég kalla master prompt spurningagerð sem að þið fáið leiðbeiningaskjálum líka með þessu og ég bara með Word-skjal sem að lítur svona út og hér beðið ég greindu kennsluefnin sem ég gef þér, það getur verið glærur, text eða PDF og búið til prófspurningar búið til 10 fjölvalsspurningar með 4 svaflug, 1 rétt svar, 5 rétt rángspurningar, 5 eyðuföllu spurningar og spurningar skulu vera fræðilega réttar við hæfi háskólanema, blanda skilningi og svo framvegis. Og eitt í því sem mjög gott að venja sig á að þegar maður að gera þetta ákveðið lykilatriði hvernig spurningarnar settar upp. Sem sagt þá fjölval og það kemur þá spurningin og hver hún og síðan eru svaramöguleikarnir og síðan rétt svar fyrir neðan og þetta verður að vera í þessu formi og hægt að gera það þess vegna á í Word-skjal og ég get sýnt ykkur hér eitt að ég gera það eftir og síðan eyðufyllingarnar eru svona þannig að þið gætu sett inn setningu, ég með annan svo ég með sérstaka prompta fyrir hvert og eitt spurningaform þannig þið getur þá að skoða þau líka hvernig þetta uppbyggt og í þetta sjálf sér getið þið svona leikið ykkur með og breytt svona frá og tilbaka við skulum sjá hvað hún gerir Nei ég glemdi að kopíra þetta og hér þetta bara komið, þetta bara tilbúið og ég skulum sjá hvað hún lengi að þessu. Hún byrjar á því að lesa og síðan koma prófspurningarnar, ég sjá hvað þetta tekur langa tíma hitt og heldur og
auðvitað tekið þetta ekki alveg bara beint úr kúnni. Það þarf náttúrulega að eins og gert með mjólkinni í dag, hún sett í gegnum alls konar filtera og fleira að þetta gerðna sem að kemur núna hér út, það afrita ég síðan og seti yfir í Word-skjal og þar breyti ég textanum og svörunum og þetta efni þekki ég náttúrulega alveg gríðarlega vel. Ég náttúrulega búin að kenna þetta í mörg ár og sé nú yfirleitt eins og skotskó hvort þetta sé eitthvað vitlaust eða vitlaust stafsett eða þess háttar. En ég ætla nú svona ekki eða tíminn það, en það sem að ég gerir næst og þar kemur Perplexity inn í, eins og sjáu, eru komnar 10 krossspurningar, 5 rétt og rangt og 5 eyðufyllingar spurningar. Og ég hreinlega bara vel þetta allt saman og afrita og fer hér yfir í þetta apparat hér sem heitir Perplexity og spurning og svara. Ég nú kannski átt að vera búin að koma með ábendingum og svara og ég set allt heila gallerið þarna og þá fer Perplexity til þess að vinna. Og hér kemur þetta gæti, það sem ég lít á Perplexity hér kannski ekki áður fyrr og ég hef verið í samstarfi við aðra kennara á stundu þegar við erum að gera próf að biðja við annan kennara að fara yfir prófin fyrir okkur og koma með eitthvað svona gagnlegar ábendingar eða slíkt og það getur nú tekið svolítið ákveðin tíma en hér rúlar Perplexity þessu svona upp 1, 2 og 3 og bara sem dæmi í spurningu 4 orðalagið rétt eins og gott að ganga skuggum og bæði traust og virðing séu beint nefnt í leseftinu, ekki bara gefið í skyn og villur í félagi sumar eru of augljóslega rangar, styrktu þær. Spurning 7 ganga skuggum og lesi til styðji, eyðufylling 3 forðast að endurtekning og lifandi ferli, eyðufylling 1 skýrar með 2 aðskildum eyðum og þetta vel það sem ég byrja að gera og svo náttúrulega fer ég og sjálfur yfir og kíkja á þetta en mér finnst oft gott að það svona augljóst, ok, ég þarf að laga þetta og við erum orðin svona nánir samstarfsmenn og auðvitað eitt í þessu sambandi sem að hugsanlegt að lendið í að inn á þráðum á afgangi ykkar í gerfugreindina þá fer hún smám saman að læra á ykkur og það hægt að, hún veit alveg orðið upp á hár hver ég og hvað ég gerir og annað, Það finnst það kannski svolítið hrollvekjandi, en mér finnst þetta mikill að bóta að ég alveg eiginlega hættur að þurfa að skamma hana orðans svo. Og við sem þetta þá komið með þessar spurningar allar saman og hér fer hún ef þú vilt þá get ég næst flokka spurningarnar eftir Bloom, þekking, greining, mat og búið til heila prófuppsetningu og svona, hún ægilega góð við okkur en við ætlum að búa til QTA-fæl fyrir Inspera fyrir þess að
sem við getum flutt yfir og það hann heitir QT E21 Prompt Inspera í skjölunum en þetta allt saman útskýrt þar og hér ég nú bara búin að setja reynslu minni, you're not allowed to explain anything, ChatGPT heldur alltaf með sér, stundum bara segir með langar að svara nei, hérna heldur þessi fáviti, það eyður miklu tími í það að útskýra hver einustu spurningu og hvað hann að fara að gera og ég nenni því yfirleitt ekkert og hér segir við hann að hennar eina verkefni sé að hérna og gefi mér QT 2.1 pakkis, já þetta þá í Inspera sem ég get síðan hlaðið út og ég íti bara hér á og þá tekur hún sér smá tíma til þess að vinna þetta og hérna við höfum alveg tíma til þess þannig að bara líka gaman fyrir okkur að sjá sko hvað þetta tekur langa tíma og hvað ChatGPT að gera hér. Ég nú búin að opna Python og hér getið þið fylgst með kóðunum sem hún að skrifa og hvað hún að gera ef þið hafa áhuga á því. Auðvitað þeir sem að kunna hérna svona kóðun og annað gætu tekið þetta beint út og breytt því en þið séu sko ég kann eiginlega ekkert í HTML kóða sko og hérna hefur langað reyndar alltaf þess að læra en hér getið þið að skoða hérna hvernig hún gerir þetta. En ég loka þessu bara, ég fæ eiginlega svona hálfgerðan hroll þegar ég horfa alla hérna, þessa kóðun, sko. Annars segir hún sé að koma með zip-path og analyzed og hér verður bara komin download the QT package og ég smetla á það og þá hoppar hann upp og við ætlum að setja þetta inn í hérna Inspera og hérna, þetta náttúrulega bara viðmótið sem þið fáið þegar komið þar inn og þá fer ég hér í semja og þið getið hvort heldur sem farið inn í spurningasett eða hérna spurningasafn og þá lykillinn hér uppi þessi flettigluggi hér og hér hægt að velja það að setja þetta inn sem CSV skjal annars vegar og hins vegar sem QT og ég vel hér QT og nú gá hvort þetta sé ekki örugglega þessi, jú og ef þau að gera mörg þá svona það allur gangur hvað hún kallar þetta en ég bara merki við þetta hér og það kemur hér upp og þá opnast þessi gluggi, flytja inn QT package zip og hvað viltu gera ef önnur útgóra sama efni til staðar og ég segi bara alltaf hérna búa til nýtt. Ég skal bara sína og hérna mér finnst þá verður bara til nýtt spurningasett og þið getur fundið það annars vegar undir spurningasett og hins vegar undir spurningar og svo smelli ég bara hérna og flytja inn núna og þetta tekur vanlega enga stund, hér það komið 20 spurningar tókst að flytja inn og hver megin áhersla og hérna nú búin að skýra spurningarnar að einhverju leiti og ég beði hann að búa til spurningasett og þá það komið hér inn allar þessar spurningar og þið takið eftir því það ekki allstaðar heiti en annað kemur upp hér sem stendur ekki þýtt. Ég skal alveg játa að ég hef ekki hugmynd hvað það gerist, hvort að hún sé að sko takið þetta inn í enska umhverfið og sé ekki búin að þýða þetta að staðfesta á íslensku en svona workaroundið en það hreinlega bara að opna spurninguna og nú, býttu nú við, ABC, hvað að gangi hér? Gat nú skeið. Þetta gerir stundum. Þannig að ég ætla að fara þá bara í annan hérna. Ég var að prófa þetta í morgun. Já, það við á meðan að þá hérna prófum við
Þetta var kannski bara lággjart að þetta kom upp á. Þið sáu það var nú ekki flókið sem ég það sagði við hana. Þetta virkaði ekki. Og þá bara fór ChatGPT og lagaði þetta. Og hérna er þetta komið. Þetta gerir stundum og hérna það sem eins og segja, þetta var nú bara fínt stundum fær maður líka hérna svona villumeldingu. Við erum okkur að koma þetta ekki upp hérna. Það sýnir ykkur það og ef þið fáið sem sagt villimeldingu upp á sem sagt þið að vinna í þessu og það sem að ég geri yfirleitt að ég tek skjámynd af skilaboðunum og segi bara þetta virkaði ekki og set síðan inn skjámynd og þá veit ChatGPT hvað er að og reynir að laga og það hefst yfirleitt alltaf í næstu tilraunina eftir. En það sem ég var að tala áðan að ég sem sagt opna spurningarnar og hérna ef við förum hér, þið sjáu hérna nú er þetta ekki þýtt farið og það í raun og veru bara nóg að opna spurningarnar og hérna náttúrulega getið þið hérna leiðrétt og breytt og hérna getið þið líka varðandi sko spurningarnar og valkostina og valmöguleika og farið svona hérna yfir hverju og eina það tók hvort að fyllspurningarnar sé ekki í lagi og þeir eru hér og viðmið stigagjafar getur þið þekkið þetta eflaust hérna. Já, hérna var það sem ég var að leita. Hérna sem þetta það verðist hún ekki að hafa sett inn. Þá þurfum þau líklega að setja það eitthvað hluta vegna hér inn. Það var ekki ChatGPT búin. Þá skulum við hérna við erum búin að semst þá kíkja á þetta og ég ætlaði að láta hana búa til fyrir mig sem sagt fyrir Canvas. Þá sem sagt prompturinn þar svona aðeins öðruvísi heldur en það sem var hitt en eins og segið þið fáið þessi skjöl og ég líma hann bara beint og það há ekkert að þurfa að gera neitt fyrir hann og skjölin alltaf með nöfnunum og eins og segið það leiðbeiningaskjal sem segir hvað á að gera við hvern og einn þeirra og við gerum bara hérna sama og áður tökum hérna spurningarnar áttu þær til og lími þar hérna fyrir neðan hér í staðin fyrir að klippa og líma eins og ég gerði þá gætu þið verið með PDF-skjal með prófspurningunum eða Word-skjal með prófspurningunum og hreinlega kópíra það og peista þá kemur það hérna með þetta þarf ekki endilega að vera saman ef þið væru búin að vera búa til prófspurningun og í sýningu það reyndur eftir og þær væru kannski í þræðinum fyrir ofan og þá segi henni það en hún fattar það nú sjálf eða þá að þið getur líka hérna get sýnt ykkur hvað gerist með því að ef ég tek þetta í burtu sem að ég var að hérna hvað ef ég hérna set ekki inn spurningarnar og við smellum bara hér á og sjá hvað hún segir við okkur hana vantar eitthvað, hana vantar spurningarnar þá biður hún okkur það og þá getið þið sett þar hér inn sem texta eða í textaskjal
Þá gerir hún stundu þetta. Ég hef líklega gleymt að setja hérna inn að ég vil ekki fá þessar útskýringar allar. Því gætu lent í þessu og þá segi ég bara ég vil fá fullbúið skjal. Þetta er eins og þið sjá kannski, þetta er svona ákveðið samtal sem á hérna stað í þessu öll saman og hérna ég veit ekki, stundum þá botnaði eitt í henni og þá þykir minna ennþá vænn henni og hún svona minnir mig kannski ennþá frekar á okkur samstæðsmann sem á slæman dag og hérna svona mannlegan og þá þarf ég bara að segja henni að hérna haga sér og eins og ég sjáu þetta tók ekkert mjög langa tíma. Þið sáu að ég ýtti hérna og þá kom this file is no longer available. Ég gerði það viljandi ef að þessi hér er ekki búin að breytast. Þegar hún er að vinna þá er hérna neðst niðri, þá er þetta kassi og þá geti ekki hlaðið skránu niður. Við þurfum að bíða eftir hún er búin að koma með þetta allt saman hérna. Sko heiðarlega og fagleg. En réttur er ekki enn í þessari sitt. No. Þannig hún er skilið það eftir og hérna þetta er svona stundum hérna leiðind í henni og ég er núna meðan við setjum þetta yfir, ég er nánast vissum þetta er alveg rétt hjá henni en við skulum fara í Canvas og meðan og hér er ég með svona eitthvað æfingasvæði og það hérna ég þekki það kannski við þegar við erum að flytja inn efni, þetta er sem sagt hérna heima og þetta er bara svona æfingasvæði mitt að þá farið hérna í flyttir núverandi efni. Þetta er bara eins og við sem að flytja inn efni á öðru Canvas-námskeiði og skrollið alveg hérna niður og farið hérna í QTE SIP-skrá og smellið á það og farið síðan í hérna downloads folderinn ykkar og hér er þessi skrá og hún er komin hérna QTE Ísland Pro SIP og hér smetliði bara á bæta í innflutningsröð. Það er ekki flóknar það og hérna er hún að keyra skrána þið sjáu þetta tekur enga stund nú krossa ég fingur farið síðan hérna yfir í próf og hér er hérna ég á búin að þessu áður, ég veit að þetta er þessi hérna skrá sem ég var að hlaða inn í Ísland sem áfangastaður próf 10 punktar ég smetla á það og fer síðan hér í breyta spurningar og þá hérna kemur þetta og hér sko það er svona bónus, þið getið slökkt á þessu hef ég aldrei nefnt að setja sko að það er hægt að stilla prófið þannig hún gefi nemendur strax til kynna hvort að sværi sé rétt eða rangt. Þið getið tekið þetta út úr hérna sem sagt promptinum og hér er þá hægt að fara yfir allar þessar spurningar og aðtók hvort að það séu í lagi sem eru. Nú ég nota bæði sem sagt nýju þetta er þetta sígilda spurningaform og ég nota líka þetta hérna nýja og ef þið freka vilja þá og munurinn á því að þið sjáu hérna það eru sumar rakettur hérna eru grænar og sumar hvítar það sem er grænt eru nýju spurningarnar og ef þið viljið nota það þá hreinlega bara afritiði prófið og þegar það afritast yfir í annað þá
komið sem sagt nýja próformi sem öðruvísi þá í staðinn fyrir að fara í spurningarnar sem hér í hérna gamla og þá farið þið hér yfir í byggja og þá koma spurningarnar svona og stillingarnar og annað er hér uppi þar sem hægt að hérna velja hvort að við stokkum spurningarnar og stokkum svörin og annað. Það eru fleiri möguleikar í nýja hérna prófasysteminu. Mér finnst það svona aðeins flóknara og ég oft ekkert vil hafa þetta bara einfalt og gott og ég held ég noti sígilda formið hérna meira sko. Nú ætlum ég að sjá hvort að hérna hún hefur gert það sem ég baði og ágætt að fara bara yfir þetta aftur, hvernig ég gera þetta. Flytti núverandi efni. Hérna í... Nei, þetta ekki módúl. Ég hef lent í því stundum og ég botna ekkert í að hvað ekki gerist ekki og eitthvað og þá hef ég ítt hérna á vitlausa tegund efnis, þannig að aðtöga það og hér sko mér finnst ég alltaf lendi í einhverjum vesinni ef ég fer eitthvað að velja þetta hérna, bara þannig það. Þannig ég skal sýna ykkur hvað ég geri ef ég vil bæta við spurningum hérna annar staða frá. Þannig ég bara, þetta einfaldast, þá kemur þetta alveg örugglega upp og þið séu að þetta tekur mjög skamman tíma og ég skammast til þess að setja inn allar spurningarnar og hérna koma rétt á ránt spurningarnar og hér eins og við sjáum það að hérna við getum líka skoða hérna hvernig það kemur en hérna sem sagt koma valmöguleikarnir ábyrgð ferðamennska byggir á virðingu og trausti. Eitt sem leiðindi við þessa hérna eyðufellingaspurningar að ef þetta sett með vitlausu stafsetningu eða vitlausu falli eða eitthvað slíkt að það þarf alltaf að fara yfir þessa eyðufellingaspurningar og maður fæst undir tölvupósta þess vegna mjög mikilvægt að ef þið eru með eyðufellingaspurningar að upplýsa nemendur það að þið þurfa að fara yfir það þannig að ef þið leifið þeim að sjá sko hvað þið fengu í einhverjum fyrir prófið strax og þau eru búin að ljúka því að benda þeim á það að þið þurfa að fara yfir prófið áður en að hérna endalengun kemur og ef þið eru með margar leyfi fólki, ég stundum með það að leyfa fólki að vera með margar tilraunir í prófunum, þá eiginlega ómögulegt að nota þess eyðufellingaspurningana því að þau sjá ekkert nákvæmlega hvað þau fengu út úr fyrra prófi ef þau vilja hækka sig, þannig að þau þurfa að skjóta eyðunar af því. Nú eins þið sjá að kemur hérna Q20, Q19 og annað, það eitt promptur sem ég með þar sem að hérna þá skýrir hún spurningarnar, það hægt að biðja ChatGPT það að koma svona lýsandi nafn á spurningunum en ef við vindum vilja sem sagt ná í aðra spurningar sem og bæta hér við, þá gerir því í raun og veru alveg að sama sem að ég var að sýna ykkur þið búið til nýja spurningar en þið viljið kannski nýta þetta próf eða eitthvað próf sem þið eigið og hér ég með svona bara dömmi próf sem að hérna sem að byrju við, hvar var ég nú með það? Segjum bara, tökum þetta hérna bara að ég með eitthvað próf og ég vil bæta við spurningum inn í þetta hérna Austurland Question Bank, þá fer ég hérna inn í spurningar og fer hér inn í finna spurningar og þá kemur hérna alveg ægilega löng buna og
hér var ég hlaðið báan, Ísland sem áfangastaður, ég vil kannski að blanda því við, auðvitað myndi ég náttúrulega ekki gera það því að þessar spurningar eru á ensku, þannig að maður myndi nú ekki blanda saman ensku og íslensku, en nú er ég bara að sýna ykkur hvernig maður getur gert þetta. Ég fer hér inn í og þá kemur hún með þessar spurningar sem ég var að hlaða upp á hann. Það verður þessar og ég get valið úr þeim hvað eina sem ég vil og en í þessu sýningsdæmi þá ætla ég ekkert að gera það, ég vel bara allt og bæti við spurningum og þá raðast þær hér inn og þá er ég komið með 40 punkt á prófið, sem sagt 40 spurningar og svona getið haldið áfram, því getið síðan farið bara yfir og eitt út einhverju spurningum ég vil ekki hafa þar með. Þannig að svona vinn ég þetta og mér finnst líka betra og mér finnst ég að fá betri spurningar og betri árangur ef ég tek fyrir fáa spurningar einu. ChatGPT og þessi gervigreindartól eiga það til að verða löt ef þið sjá fram á mikla vinnu. Þetta er alveg svo kannski bara mannskepnan sjálf, ég veit það ekki. Að ég miðvilt alltaf vera með 20, ef það eru 50 og þá finnst mér á stundum hún fara að ítrekka sig eða eitthvað slíkt og líka bara fyrir mig að vinna þetta, að vera ekkit með allt og margar spurningar í einu. Er eitthvað spurningar akkurat núna með ég sýni næsta? Já. Heyrðu, það kom spurning frá henni Borghildi inn á tjattin áðan. Af hverju villuprófa þú í Perplexity en ekki bara í ChatGPT sjálfu? Já, þetta var mjög góð spurning. Ég var að bíða eftir að einhver myndi gera það. Sko, það sem að þessu formi. Ég er aðeins átt með hérna. Já, ég er í Perplexity Computer, þetta var eitthvað hérna. Ég var á vitlausu stað, gott fólk. Og bara sýna ykkur það aftur. Ég vil yfir þessar spurningar spurði ég hana og ég var bara valdi vitlausu kompjútur því að það er betra að vera á netinu og taki eftir nú er hún að vinna alveg á fullu og á sama tíma er hún að leita í hinum þessum skjölum. Er hún búin að kíkja á ferðamálastofu og stjórnarráðið og alls konar staði á íslensku reyndar og það er svona kannski gallinn að það er ekkit mikið en svo allar spurningar og þá bendur hún á einhverja við erum að fjalla umhverfistúlkun og þá bendur hún á svona heimasíðu varðandi upplýsingar sem eru búin að sækja sér inn og það veit svo til að ég þekki þessa síðu ágætlega, þetta er mín eigin og ég baði hana svo sem ekkit það að þá eldust hún uppi við hvar Perplexity er að leita fanga og þið sjáu ef þið eru til með spurningar á ensku þá voru með miklu stærri heimildalista heldur en ef við værum með, þannig að hún kíkir á heimildir meðan ChatGPT gerir það ekki og þess vegna er nú svona lengi að þessu að hún er sem sagt að sækja heimildir og það kemur hér á eftir og það hinga sem hún sótti þetta. Þannig að mér finnst áreiðanleikin vera meiri í þessu með Perplexity og ég hef tekið eftir því að þegar ég er að vinna með það bara því miður þetta efni sem ég er átt að spyrja þarna er ekki mikið til á íslensku en þegar ég spyr hún á ensku þá vittar hún oft bara í þess vegna í ritrittingar reinar eða bækur og þess sem hún hefur aðgang að. Vona að þetta hafi svarað. Fleiri spurningar á þessu sinni?
Nei, ekki komið í bili, en mér langar að biðja alla sem eru hérna og skráðu þessu ekki í forms. Ég var að setja inn slóð, eru til að skrá okkur. Við erum að reyna að halda utan hverjir mæta. Þannig að það er ég var að setja inn verslóðina. Þannig að vinsamlegast bara skrá okkur sem ekki skráðu ykkur formlega. Ég veit við vorum mörg búin að samþykkja fundabóð frá mér eitthvað slíkt. En heyrðu, það eru opið fyrir spurningar. Takk fyrir, Guðmundur, mjög áhugavert. Já, Og bara frábær kennsla í leiðinni á bæði Inspera og Canvas. Já. Og ég með mun fleiri prompta en sko sko í þessu eins og öðru gagnvart gervigreindinni þá og bara í námálmennt æfingi skapa meistarann og þess vegna erum við svona marga prompta þannig þið geti prófað ykkur áfram. Það meiri sé að hægt sko að við leikum okkur meðan fólk að velta fyrir spurningum að ég gæti þess vegna, ég var að tala þarna að því ég var með þarna að því ég á hana sjálfur þá ég ekki að brjóta neitt en þið geti líka bara þess vegna ef ég myndi vilja útbúa spurningar úr heimasíðu að þá get ég fengi nýjan þráð og notum aftur masterpromptin okkar sem ég sýndi ykkur upphaflega og þarna bara eina sem ég sett inn bara heimasíðan og þá sjáum hún fer searching the web hér eru prófspurningar hvað einkenni umhverfistúlkun lesefninu og rúlar þessu alveg upp 1, 2 og 3 og ég undirstrika að þegar þið að flytja á milli að gera greinamun á þessu QT 1,2 það Canvas og QT 2,1 það Inspera og eins og kannski tókuð eftir og nú veit ég ekki að það getur vel verið ég fái einhver athugasemd frá prófaskrifstofu ég búin að vera alveg dæla inn fullu ég þarf nú að fara að eyða þessu út sko það sem ég hef verið að prófa mig áfram en það í raun og veru svona eina leiðin til þess að venjast þessu og það sem við erum mörg hver að lenda náttúrulega oft í vandræði með þegar við erum að búa til þessu próf kannski einu sinni að 2 ári sko að rifja upp hvernig þetta gert en svona munurinn á þess að ég sem sagt með þetta eru svo kvöldu spurningasett og spurningasafnið, þar koma alla spurningarnar og þess vegna svolítið mikilvægt að kannski að skýra spurningarnar á einhvern hátt þið sjá ég með 2361 spurningu en stendur bara fill og ef ég leita hér að fill þá eru þar ansi margar og það segir mér ekki neitt þannig að bara benda okkur á það aðeins að leggja á þessu smá vinnu að setja eitthvað svona lýsandi heiti og ég lenti illa í því að ég var alltaf að setja eitthvað sko námskeiðsheiti og eitthvað þess áttar og svo var ég að afrita og spurningarnar og líma og ég átti orðið kannski 7-8 spurningar og nákvæmlega sama efnið sko og gerði mér erfitt fyrir að kannski að leita í þessu. Má ég spyrja? Já, endilega. Ég vil sjá mynda mér. Ég er að velta fyrir mér, hver munurinn þá á því að leggja fram spurningar annars vegar í Canvas og hins vegar í Inspera, svona hvert markmiðið með hvoru og hvað eitthvað ólík meðferð á svörum í þessum tveim? Þetta ágæt spurning, kannski þetta sko Canvas hluti af námsumsjón á vefnum okkar og sko ég nota það meira svona í hlutapróf, stuttpróf og annað og það hefur ekki eins sko gott svona læst umhverfi eins og Inspera. Inspera svona þetta opinbera prófakerfi á Háskólans sem hægt að setja í svona læst umhverfi þannig að þá læsist tölvan og getur ekki opna nein önnur forrit. Canvas býður ekki upp á þann möguleika og ég og flestir svona í kringum mig að við notum bara Inspera ef við erum með lokapróf eða próf í stofu
Já, þó við séum með læspróf og fólk sé heima að taka prófi að þá getum við náttúrulega ekki komið í veg fyrir það að það kíkja okkur annað. Þannig að það nú svona þessi heili munur sem á því, sko. Og Þannig að Canvas væri hentur til þess að svona sjá hvort að nemendur hafi farið yfir efnið, vídeó og svoleiðis. Já. Absolutt. Vegna þessi sjálfu sér, sko, það aðeins flóknar og svona meira kerfi, sko, það sem líka sko, ugla getur tengst þessu, sko, það ferillin sá, ef við tökum prófi Inspera, þá þurfum við að færa niðurstöðnar yfir í Canvas og þaðan ferða yfir og það svona meira ferillin, það sem kannski gott við Inspera, að ég alveg teki eftir því að þegar maður kemur að loka prófum annað að þá fer prófaskrifstofa yfir alla stillingar og hvort allt sé rétt hjá manni og annað og fáum að færa alveg súper þjónustu þar. En með prófin í Canvas að þá þú bara svona einn með sjálfuð þér að græja það og getur haft það svona eins og þú vilt, sko. Þannig að ég myndi mæla með Canvas absolutt í svona stutt prófi. Ég reyndar hef líka verið með loka prófi í Canvas, sko. En þegar öðru hafa kannski svona lítið vægi og ég myndi þá ekki kalla það svona enda próf, sko. Það auðvitað eins og Guðmundur sagði að það miklu meiri stuðningur við Inspera prófakerfið og það sko hið formlega prófakerfi HÍ, prófaskrifstofa með það og að þjónusta það alveg bara ofboðslega vel. Meðan að kennslumiðstöð að þjóna Canvas prófakerfið en vill helst ekkert vera að þjóna það vegna þess að, hvað maður segja, vegna þess að áherslan á að nota Inspera prófakerfið. Þannig að það sko frekar lítil þjónusta við Canvas prófakerfið meðan mikið þjónusta við allt annað í Canvas af því að áherslan á að ef það próf að nota Inspera. Þannig að þú svolítið on your own með þú ert að nota Canvas. Við erum ekki með einhverja sérfræðinga í Canvas prófakerfinu sem slíku af því að við töldum ekki að vera þörf á því af því að við erum að nota Inspera sem prófakerfi. Þannig að kennslumiðstöð vill frekar að fólk noti Inspera. En ef þú ert með svona, ég segi bara eitthvað svona tristiði til, einhver lítil quiz eða eitthvað slíkt, þá alveg alltaf að nota Canvas Pro. En áherslan í HÍ að nota Inspera. Og það miklu, miklu betri þjónusta þar. Það ekki annars Kristbjörg. Já, sæll Guðmundur og kæra þakkir, þetta mjög áhugavert hjá þér. Hefur prófað þennan innflutning með nýja prófakerfið í Canvas? Já, og mér finnst ég vera að lenda í ákveðnu vandræði með það, sko. Þess vegna hef ég ekki verið að nýta með það. Já. En það reyndar, sko, ég hef ChatGPT svolítið grunað það, sko, frá því ég byrjaði og ég þarf náttúrulega bara að fara kannski að prófa það aftur, sko, hvort þetta virki betur núna að varandi, sko, það til dæmis nýkomin í uppfærsla á bestu útgáfunni og ég hef bara ekki alveg haft tíma til að kíkja á það, sko. Líka því mér fannst þetta bara svo, þú veist, tiltölulega einfalt að svissa þessu úr, sko, setja þetta upp í sígilduspurningunum og síðan bara kópira þá þetta komið, sko. Já, það hefur staðið til í mörg ár eða nokkur ár að hætta með sígildakerfið í Canvas. Þá þarf ég að finna prompt. Það sko, nýja prófakerfið, það átti alltaf að taka við þessu sígilda og síðan var því frestað af því að það var ekki að standa sig nógu vel, nýja kerfið. Aha, einmitt. En það kemur að þeim tímapunkti en þú bara veist að það örugglega vonandi gera fólki auðvelt fyrir að flytja spurningar með einhverju einna aðgerð eða eitthvað. Já, það reyndar, sko, manni finnst það náttúrulega alveg með ólíkit bæði með Canvas og Inspera, sko, með allir þessari tækni sem komið núna að þeir sé ekki bara með haps þar sem maður geti hlaðið þessu beint inn, sko. Já, einmitt. Það eru önnur forrit til að flytja á milli kerfa, Respondus kerfi sem hefur verið mikið notað í gegnum tíðina að flytja spurningar á milli kerfa.
Ég fann eitthvað á okkur, minnum þegar ég var að byrja í þessu, þá fann ég eitthvað link þar sem ég gat hlaðið spurningunum upp á okkur netsíðu, ég held ég hjá háskóli í Chicago eða eitthvað staðar og fekk síðan QTS-skrá tilbaka, sko. Frábært að finna þannig lausnir. Það var það eina sem maður gætt gert á þeim tíma, en núna þá var maður svolítið að veltaði fyrir sig, býtu hver sér þetta og er það kannski eitthvað snjall nemandi sem er búin að setja þetta upp og ég að láta hann hafa spurningarna. Má ég spyrja hana, ok, til að flytja yfir í klassiska kannaskerfið, þá er þetta QT 1,2 fæll. Já. Til að flytja yfir í Inspera, hvaða fæll var það? QT? 2,1. 2,1, ok. Ég var að hugsa að þú varst að segja, var að byggja fólk að skrá sig og þá líka var upp á að því að Kristbjörg var að benda með hann best að ég bara kíkja á þetta í hvort þetta sé ekki komið, ég bara hugsa ekki út í það stundum þegar maður komið með eitthvað ákveði vinnulega sem maður líka vel, þá hugsa maður ekki út fyrir bóksið, en ég var að hugsa að ef allir er að skrá sig hjá þá þú komið tölvuposting hjá þeim. Ég kom með helminginn af fólkinin, ég hef sett þetta líka aðeins og sent inn, en ég er með, ég tók inn á skjámynd og ég reyna að finna fólk. Nú skal ég játa á mig, ég hef eiginlega aldrei hlaðið upp skjölum á Zoom, því þetta eru 12 skjöl, og ég sé ekki alveg, get ég gert það inn á chatinu? Eigum við ekki bara þú sendir mér þetta og ég get tengt í þetta, ég seti upp með upptökunni inn á setberg.h.is, bý til smá pistil þar þetta og tengjum bara í þetta þaðan og ég get sett þetta bara inn á þá setberg. Já. En í leiðbeiningunum þá er ég búin að hver skjal heitir og til hvers það er þú veist eins og þetta að þetta er þessi prompt hér, prompt canvas, umbreytisspurningum fullbúið QT 1,2 zip-file fyrir canvas og þannig að það á ekki að fara milli mála og svo er hér annað fæll sem umbreytir yfir í Inspera og heitin skráarheitin koma hér fram þannig að þetta er eiginlega svona aðgangslíkill að þessum skjölum sem að ég mun þá senda á þig. Já, það bara linka ég þetta þar og sendi við post á þá sem að ég hef hana e-mail á, ég reyna að finna þá sem að er ekki búin að skrá sig og hana sem voru og og ég held að við getum þetta tilbúið á morgun þar ef allir er sáttur við það. Og ég reyna að senda post á okkur en þið sem eru hérna og fáið ekki post, þá kannski fann ég ekki út hverju þið eruð að þá er það allavega, þá er þetta bara undir setberg.hi.is fréttir þannig að verður tilbúið þar svona segjum miðjandaginn á morgun kannski seinni í dag komum en alveg fullt inn á tjattunum sem ég þarf að lesa yfir Já, það er eiginlega bara aftast er eitt komið annars erum við búin að fara gegnum ég nota vefinn hjá Albert sem var að tala áðan ég nota vefinn hjá miðin til að lesa vídeo og búa til handrit, lesa eftir úr talinu þar vefinn hjá miðin aðtuga líka réttritun og lagar íslenskt ritmál Þetta HÍ er með frían pröfuaðgang hjá miðin ekki vissi ég það, hvernig fer maður hann Ég reyndar með borgaðan aðgang þar Já, það er nú kannski ekki verið að hafa frían aðgang Ég hef notað miðin mjög mikið og það er alveg hárétt hjá honum Það var einhver kontakt hjá HÍ, ég skal senda það á þessu Björg. Endilega, ég hef ekki hugmynd þetta. Frábært. Takk. Við þurfum að hafa fleiri svona vefstofur því að maður fær alls konar svona góðar ábendingar og fleira Markmiðið var að hafa svona helst 2 í mánuði, lágmark eina en það hefur ekki alveg gengið eftir. Nei. Og ég auðvitað óska eftir fólki núna fyrir, ég er að fara í burtu í apríl, verð ekki í vinnunni, en í maí langaði maður að reyna að hafa 2. Þannig að ef einhverjir eru með eitthvað svona sín okkur og þá endilega. Svo getum við líka bara svona spjalla sem við jafnvel erum bara að spjalla. Það væri mjög snjallt vegna þess að það er alltaf kveiknar spurningar hjá fólki og það er náttúrulega í þessu eins og þú verður að segja það er svona alls konar finnst mér óreiða oft á tíðum varðandi og fullyrðingar og slikt varðandi öryggi og hvað má og hvað má ekki og fólk er stundum svolítið feimið
að upplýsa sig það hvað það að gera og svona óttast að það sé að brjóta eitthvað af sér og slíkt sko. Og þess vegna eins og til dæmis ein ástæðan fyrir því að þetta finnst fólki ýmislegt ChatGPT en ég bara búin að ganga úr skuggum það sem inn á mínum þræði og það sem hvernig ég búin að merkja að þar ég, ef ég hleð einhverju upp á mínu skjölum að þá dettur það út, ég bara kynsta eigin raun ef ég setti skjal upp fyrir 4 dögum síðan sem ég var að vinna með og ætla síðan að halda áfram að vinna með það skjal 4 dögum síðan, þá það farið. Því að það bara lifir bara inn á þræðinum ákveðin tíma og þeir í sjálfu sér hlaða því ekki upp til sín. Sama annar sem heitir Notebook LM sem hjá Google, þar líka, þar vinnur bara, þar hægt að nota það líka, ég vildi bara ekki rugla fólki, ég hef svo sem nota það líka en þá hleður upp alltaf 50 skjölum og þú vinnur bara með þau skjöl. Þau alveg svona gæsalappa í búblu og það engin annar að fara að skoða þau skjöl heldur en bara þú sem að vinna með og Notebook LM ekki að sko sækja eitthvað vitneskju út á netið og eitthvað með eitthvað ofskynjanir efni þannig að það getur líka aftur verið tryggður og ChatGPT á það til að fara út fyrir efnið og þá setur maður bara, ef þeir eru búið til spurningar og setur bara skýr fyrirmæli og nýttu bara það sem ég hlóði upp ekkert annað.